Við ætlum að setja okkur örstuð í samband við Rangárþing eystra. Það Árný Lára menningarfulltrúi vitlaust að gera hjá þér, eða ekki? Það brjálað að gera. Já. Það segir sig bara sjálft svona í sumarblíðinni. Já, ég ætla að vera að segja þér að svona þegar sumarið dettur inn þá byrja ballið. Já, einmitt. Ég bara, var á ferðalagi í gær á okkar venjulega tíma og... Já. Þannig að, já. Ég var gráti nær. Var það ekki? Ég trúi því. Það er ekki skrítið, sko. Trúir því? Heldur ég sé eitthvað grenniskjóða, eða? Nei, ég bara trúi því að þú sakna mér svona mikið. Já, veistu, ég gerði það. Ég saknaði svo mikið að heyra í Rangárþing eystra láfið að ég myndi bara tala við þessa sem svaraði. Bara það næsta? Já. Já, en það eru við öll mjög skemmtileg. Ég veit það. Hún var þræl skemmtileg sem svaraði. Herðu, það er, Tour de Hvolsvöllur framundan. Já, Tour de Hvolsvöllur. Við byrjum náttúrulega á, naflahlaupinu, 21. júní. Já, já. En Tour de Hvolsvöllur, hinn árlega hjólreiðakeppni er 28. júní. Já, þá skulum við byrja á naflahlaupinu. Já, er það ekki? Jú. Takk eftir röð. Nafli alheimsins. Nafli alheimsins. Og það eru skemmtilegar, ég hærði að velja það er naflahringurinn, naflastrengurinn og naflakviskið. Einmitt. Þetta eru þessar 3 leiðir sem eru hlaupnar hérna á Hvolsvelli og omkring. Þetta er þess að fara líka inn í Fljótshlíð. Og það er lengsta leiðin er 21 kilometri sem er naflahringurinn. Já. Ég veit ekki alveg hvað naflahringur svo sem er, af því að hitt er naflastrengur og naflakusk sem að þekkir alveg, sko. Jú. En veistu hvert er hlaupið í naflahringnum? Í naflahringnum þá er hlaupið frá leikskólanum hérna á Hvolsvelli. Og svo er hlaupið svæðið kringum Hvolsvöll. Það er svona hlaupaleið sem að er á korti hægt að finna. Og svo er haldið bara áfram inn í Fljótshlíð og alla leið að Smáratúni. Já. Fljótshlíð Smáratúni. Þetta er 21 kilometri. Já, þú ætlar í það? Ekki spurning. Já, sjálfsögðu. Ég læti eitthvað kannski pikka mig upp eitthvað á leiðinu og keyra mig svona nálagt. Já, tekur helming. Já. Ekki, maður verður að reyna að gera eitthvað svona. Já. En naflahlaupið það var fyrst haldið 2010 og þeir segi hérna á heimasíðinu hvolsvöllur.is að nafnið er vísun til þess að nafla alheimsins sé að ræða, en það náttúrulega, beindust allar augu á þessu svæði vegna gossis í Eyjafjallajökli. Já, það var svona, það eru þess að 2 gaurar, Jón Gísli og Ómar Smári, sem að bara störstuðu þessu. Þeim fannst bara að það þyrfti að finna upp á einhverju jákvæðu á svæðinu. Þetta var allt svo ómögulegt, það var ekki hægt að fljúga og það var ekki hægt að fara og allir að kafna úr ösku og allt í tómtjóni. Þannig að þeim langaði svo að gera eitthvað svona jákvætt og sína bara hvað það væri frábært að vera hérna. Já. Þannig að þetta var rosalega flott og þetta er sem sagt áheita hlaup líka. Já. Þannig að þetta er svona láta gott af sér leiða og hreyfa svolítið á sér skankana. Já, og í ár mun ákvæmur renna til elliheimilisins Kirkjuhvol. Já, þetta er búið. Það eru ýmist, það er leikskólinn og grunnskólinn og sjúkraflutningar og björgunarsveitin sem eru búin að njóta góðs af þessu hingað til. Þannig að þetta er bara frábært framtak. Þetta er frábært og við hvetjum alla til þess að taka þátt. Er skráning eitthvað staðar eða? Já, það er hægt að skrá sig bara á Facebook síðu naflahlaupsins. Það heitir bara naflahlaupið 2014. Og svo er líka hægt að hafa samband við þá Jón Gísla og Ómar Smára. Allar upplýsingar eru bæði á Facebook og á síðun okkar, hvolsvelli.is. Já, algjörlega. Þannig að það er svona, það er það sem er framundan svona næst. Akkurat. Við erum náttúrulega ekki að vera eitthvað skarast í kótilettin á Selfoss, en að við bara erum róleg þess að. Nei, þú ert bara velkomin á Selfoss. Já, þakka þér fyrir. Ég er að fara aðeins lengra en ég keyri í gegn. Nú, alltaf að fara í Hveragerði? Það er bara Stykkishólm. Það er svona næstu bara við. Já, nánast. Nánast, sko. Hvað með Tour de Hvolsvöllur? Hver er hugmyndin á bak við það? Sko, var bara 1991 eða 2, þá var uppi alveg svakalega hjóla bara springja. Það var allir ótrúlega hrifnir af því að hjóla og þá var ákveðið að halda svona keppni. Og hún byrjaði í rauninni bara þannig að það var hjóla frá Reykjavík og svo var hjóla bara inn á Hvolsvelli. Já. Og þetta var í nokkur ár og svo lá þetta í dvala. Svo 2011 var þetta vakið upp og nýtt. Og síðan þá hefur bara
keppnin stækka og við erum náttúrulega bara að sýna fram á að hér gert meira heldur en að sparki bolta eða hlaupa. Já. Við erum líka hjólagarpar. Já, það ekki bara naflahlaup. Það ekki bara naflahlaup. Og þetta að verða bara, ég held að þetta sé einn stærsta götuhjólreiðakeppni á landinu. Já. Og það hjóla bæði frá Reykjavík og frá Selfossi. Og svo erum við með svona fjölskylduhring hérna á Hvolsvelli, í kringum Hvolsvöll. Það svona bæði svolítið svona toffara og líka hraðakeppni. Þannig að þar sem fjölskyldan getur hjólað saman. Það sem allir geta hjólað saman, þurfa ekki að hjóla á þjóðveginum og geta bara slakað á þetta reyndar hjólað eftir ástarbrautinni. Það náttúrulega bara svo fjölskylduvænt að vera á ástarbrautinni. Heldur betur. Þetta skemmtilegt og það vorhreinsun 2014, það í gangi núna hjá okkur. Já, við erum ennþá að hreinsa. Hreinsa-sveitafélagið. Og ekki allir duglegir? Hvað segirðu? Ekki allir duglegir í því? Að sjálfsögðu. Það náttúrulega allir að reyna að gera sitt besta til að fegra. Já. Og krakkarnir í vinnuskólanum líka það má taka það sérstaklega fram hvað þau eru búin að vera duglega að taka til hérna í þéttbýlinu. Já. Það alltaf rosa fínt hjá okkur. Þetta glæsilegt. Þannig að það er allt reynt og fínt fyrir ferðamanninn. Er ekki trafikkin byrjuð? Jú, hún alveg bara byrjuð á fullu og það til dæmis sem síðustu helgi og síðasta laugardag var tók ungmennafélag sér trausti sér til og hreinsaði í Seljavallallaug. Já. Og það var heldur betur þörf á því. Já, margt manninn. Já, og svo bara fólk stundum skilur ekki alveg að þegar það er svona náttúruperlur að þá þarf maður bara að taka sitt eigið rusl og svona. Jú. Því ekki að bara henda því og bíða eftir að næsti komi. Nei, það virkar ekki. Það virkar ekki. En já, það ungmennafélagi stóð sem með príði að taka þannig til. Það er glæsilegt. Árný Lára, mín kæra vinkona, ég ætla að leyfa þér að halda áfram. Takk fyrir. Við heyrums bara eftir viku og ég sé bara góða helgi og góða ferð á hvað? Stykkishólm? Á Stykkishólm, já. Bara varlega. Takk. Takk, bless. Já, bless.